sé með okkur sem hér erum samankomin í sunnudagsguðþjónustu í Blönduóskirkju. Og friður Guðs sé einnig með ykkur sem horfið heima í tölvunni eða sjónvarpinu eða öðrum skjá. En hér í Blönduóskirkju eru með mér kór prestakaldsins og organistinn okkar, hann Eyþór, síðan meðhjálparinn og sóknarnefndarformaðurinn, Jón Aðalsteinn, og síðast en ekki síst eru hérna fermingabörn vorsins og þau ætla einnig að taka þátt í guðþjónustunni með mér. En við skulum hefja þessa stund eins og ávallt með því að helga okkur Guði, signa okkur og segja í nafni Guðs, Föður, Sonar og heilags Anda. Amen. Og við skulum biðja saman bænarvessið hans Hallgríms Péturssonar. Vertu Guð Faðir, Faðir minn, í frelsarans Jesú nafni, hönd þín leiði mig út og inn, svo allri synd ég hafni. Amen. Og nú ætlum við að syngja saman sálm númer 18, 18b, í gegnum lífsins æðar allar. Guðspjall dagsins, við skulum rísa á fætur og hlýða á heilagt Guðspjall sem stendur skrifað hjá Mattheusi Guðspjallamanni. Jesús sagði þessa dæmisögu.
Líkt himnaríki og húsbóndeinn sem gekk út árla morguns að ráða verkamenn í vingard sinn. Hann samdi við verkamennina denara í daglaun og sendi þá í vingard sinn. Síðan gekk hann út dagmál og sá aðra menn standa á torginu iðjulausa. Hann sagði við þá, fariði einnig í vingardinn og ég mun greiða ykkur sanngjörn laun. Og þeir fóru. Og aftur gekk hann út hádegi og nón og gerði sem fyrr. Og á 11. stundu fór hann enn út og sá menn standa þar. Hann spyr þá, hví hímið þið hér iðjulausir allan daginn? Og þeir svara, enginn hefur ráðið okkur. Og hann segir við þá, farið þið einnig í vingardinn. Og þegar kvöld var komið, sagði eigandi vingardsins við verkstjóra sinn, kalla þú á verkamennina og greið þeim kaupið. Þú skalt byrja á þeim síðustu og enda á þeim fyrstu. Nú komu þeir sem ráðnir voru á 11. stundu og fengu hver sinn denar. Þegar þeir fyrstu komu, bjuggust þeir við að fá meira, en fengu sinn denarinn hver. Þeir tóku við honum og fóru að mögla gegn húsbónda sínum. Þeir sögðu, þessir síðustu hafa unnið aðeins eina stund og þú gerir þá jafna okkur, höfum borið hita og þunga dagsins. Hann sagði við einn þeirra, vinur, ekki ger ég þér rangt til, sömdu við ekki einn denar. Taktu þitt og farðu leiðar þinnar, ég vil gjalda þessum síðasta eins og þér. Ég ekki sjálfur fjár míns ráðandi, eða sérðu ofsjónir yfir því að ég góðgjarn? Þannig verða hinir síðustu fyrstir og hinir fyrstu síðastir. Þannig hljóðar heilagt Guðspjall. Amen. Og nú skulum við syngja sálm númer 124 við freistingu gæt þín. Við skulum biðja með orðum Hallgríms Péturssonar. Drottinn, þú veist minn þanga og þel og þörfina alla mína, þína hönd ég það allt fel, þystir í miskunn þína. Amen. Náð sé með yður og friður frá Guði föðurvorum og drottni Jesú Kristi. Í dag fyrsti sunnudagur í 9 vikna föstu. Og eftir hálfan mánuð eða 14. febrúar hefst síðan 7 vikna fasta eða langa fasta. Og þá eru 7 vikur til páska.
Og þegar 7 vikna fastan hefst, þá borðum við eins mikið og við getum. Fyrst af rjómabollum á bolludaginn og síðan étum við okkur gat af saltkjöt og baunum á sprengidaginn. Og þá getur fastan hafist. Kjötkveðjuhátíðir suðrænna þjóða á öskudaginn tengist upphafi 7 vikna föstu. Það má segja að þessir miklu matardagar, bolludagur og sprengidagur séu undirbúningur fyrir föstuna. Því á föstutímanum mælst til þess að fólk dragi úr neyslu sinni. Gæti hófs í öllu, sérstaklega mat og einnig öðrum lífsins lystisemdum. En við erum hvött til að hugleiða þá. Já, biðja og hugleiða hvernig við getum bætt líf okkar. Til dæmis auðgað andlegt líf okkar, trúarlíf okkar og hugsa meir hlutverk okkar í lífi náungans og samfélagsins. En nú hefur fasta, þar að segja fasta á mat, rutt sér mjög til rúms síðustu árin, en ekki í trúarlegum tilgangi, heldur til þess að öðlast bætta heilsu. Því að rannsóknir hafa sýnt að það hollt að fasta, bæði fyrir líkama og anda. En kannski eru vísindin aðeins að staðfesta eitthvað sem fólk vissi í gamla daga, fyrir daga nútíma læknisfræði. Fastan á sér nefnilega langa sögu í trúarhefðum heimsins. Og þar hefur hún átt mikilvægan sess. Nú væri alveg heillaráð að nota tækifærið á föstunni og dusta ryki af þessum gamla góða sið, snú aftur að þeim sið að fasta á löngu föstu. Draga úr óþarfa neyslu, bæði fyrir heilsu okkar og ekki síður fyrir jörðin okkar. Af því að neyslu okkar að fara illa með jörðina og að stofna lífin í hættu. Hugleiðum það því að enn hálfur mánuður til lönguföstu og góður tími til að undirbúa holla og góða föstu. En víkjum að guðspjalli dagsins. En saga dagsins í dag, fyrsta sunnudaginn í viknaföstu, ein af perlunum sem Jesús sagði lærisveinum sínum. En Jesús sagði margar og merkilega sögur. Sagan í dag dæmisaga og greinir frá því að vinir Jesú sem fylgdu honum voru þannig orðunum rétt á undan dæmisögunni að velta vöngum yfir því hver laun sín væru. Og spurðu áleitinna spurninga af eftirfarandi tagi. Heyrðu, Jesú, hvað græði ég á því að fylgja þér? Við yfirgáum allt og fylgdum þér. Hvað höfum við eiginlega upp úr því? Og til að svara Pétri og hinum vinunum, sagði Jesús þeim söguna vingarðseigandann. Já, það var komið á uppskjörutíma og vingarðseigandinn þurfti duglegt fólk til að hjálpa sér við að tína þrútinn berin af berjarunnunum. Og Jesús segir frá því að vingarðseigandinn hafi ráðið til sín vinnufólk á mismunandi tímum. Þá fyrstu réð hann mjög snemma eða í dögun, síðan 3 tímum síðar og þannig hélt hann áfram allan daginn. Og þeir síðustu komu til starfa svona það leyti sem verkum dagsins var að ljúka. Þeir fyrstu fengu lofurð ákveðna og eðlilegt dagkaup og þeir voru mjög sáttir við það. En svo var byrjað að borga launin þegar verklok komu. Og þeir sem síðastir komu fengu líka óskert dagkaup. Og þegar allir höfðu kaup, þá voru allir með sömu upphæðinni í hendinni, án tillits til vinnutíma. Og þá byrjuðu menn að mögla. Og þeir sem puðað höfðu daglangt þóttu sem þeir hefðu verið beittir órétti. Og vingarðseigandinn tók eftir ilskunni sem magnaðist og spurði hvort þeir hefðu ekki fengið það sem var samið. Jú, þeir viðurkenndu það, en þeir voru bara ósáttir við að hinir fengið jafn mikið, en hefðu þó unnið minna. Og hver getur ekki sett sig í spor mannanna? Því að samanburður megin þáttur allra kjarasamninga. Það í samræmi við almenna réttlætisvitund að laun eiga að vera í hlutfalli við vinnuframlag. En vingarðseigandinn, hann fór allt öðruvísi að. Minnti á að hann ætti þessa peninga og mætti borga hinum síðustu, jafn mikið á hinum fyrstu
að hann væri ekki að brjóta neina kjarasamninga, þótt hann borgaði þeim meira en þeir hefðu unnið fyrir. Ég er góður, sagði hann. Og svo kemur hinn áleitna en torskilda setning í lokin að hinni síðustu verði fyrstir og hinni fyrstu síðastir. Það eru til ýmsar skýringar á merkingu þessara sögu og það býr ýmislegt að baki hennar. Jesús var að gera upp við forréttindahyggju samferðamanna sinna. Hann vildi benda þeim á að þeir sem hefðu verið lengi samferðamenn Guðs fylgt honum í veröldinni, þeir fengi ekki neinn aukabónus í himnaríki fyrir það. Þau sem hefðu slegist í hópinn á síðustu stundu væru alveg jafn miklir Guðs vinir og hin sem hefðu verið þar alla ævi. Trúarleg stéttaskipting er ekki til í kenningu Jesú. Forréttindamenn í himnaríki eru ekki til, þó sumir menn vilji gjarnan búa til virðingastiga þar líka. Virðing, laun og gildi eru öðruvísi í hinu andlega ríki Guðs en í veröldinni. Stéttarkerfi er ekki hægt að varpa yfir á himnaríki, menn eiga engar kröfur á hendur Guði. Verk okkar, líferni, vitund okkar eigin gæði verður ekki yfirfærð í ríki Guðs. Þetta er meðal annars frumsýn siðbótamannsins Martins Lúthers sem við kennum okkar Lútherstrú við. En hvað segir þá sagan? Jesús kunni þá list að segja sögur til að fá fólk til að hugsa og sumar sögurnar hafa verið túlkaðar í ýmsar áttir. En gagnvart Símoni Pétri, lærisveininum, sem var að hugsa hvaða umbun hann ætti rétt á, er svarið alveg skýrt. Laun himinsins eru söm og jöfn fyrir alla. Engu skiptir hvort menn hafa verið svo heppnir að njóta trúar á Guð frá fæðingu eða játa hana síðar á ævinni. Og sama hvort þú ert páfinn í Róm, biskup, verkamaður eða sjómaður eða hvað sem er, allir eru jafnir fyrir Guði. Þetta voru mikilvæg skilaboð í frumkirkjunni að menn skyldu ekki setja sig á háan hest þó þeir hefðu snemma orðið fylgjendur Jesú. Þetta varðar síðan alla kirkjumenn, allt til dagsins í dag. Þetta er áminning Jesú gegn kirkjueigendum allra tíma. Enginn er yfir annan settur þegar eilífðarlaununum er útdeilt. Þá eru allir jafnir. Síðan er líka óendanlega mikill kærleikur í þessari sögu. Enginn er orðinn og seinn eða útilokaður frá Guðsýkjunu. Hvað svo sem menn hafa verið eða hvað þeir hafa gert og hversu djúpt sem þeir hafa sokkið. Í sögum Jesú er djúp umhyggja gagnvart öllu fólki. Enginn er settur hjá. Menn hafa löngum velt vöngum yfir hverju komist til Guðs og hverju verða hólpnir. Hvað verður þau sem tilheyra öðrum trúarbrögðum? Spurningar af þessu tagi eru margar og fyrir nokkrum dögum þá spurði ungu drengur einmitt hér í þessari kirkju við útför, en hvað verður þá sem ekki trúa á Guð? Og þegar við svörum er mikilvægt að við stöldrum við og spyrjum okkur hvers konar Guð við trúum á og hvers konar Guð Biblían túlkar og Jesú Kristur birtir okkur. Dæmisagan gjafmilda vingarsegandann er Guð sem útdeilir jafnt þeim sem koma seint og þeim sem koma snemma. Við getum séð í henni og ýmsum öðrum sögum Jesú túlkun á elskuríkum Guði sem er mun stærri og meiri en Guð sem birtist okkur í guðfræðilegri einsýni eða bókstafstrú. Sá Guð er skapari alls sem er. Djúp allrar elsku, ljós, alls ljós. Hann er brunnur fegurðarinnar og forsenda manngildisins. Hann er í miklu húmóristi sem skapar litríka fjölvíta veröld og hann er sá Guð sem elskar þig mjög mikið. Það er ekki til nein kirkjuleg kenning að allir hljóti óhjákvæmilega að komast til himins, en kristin kirkja biður hins vegar fyrir öllum, fyrir upprisu og eilífu lífi til allra,
múslimum, hindúum, trúlausum og trúarveikum. Við berum þá alla á bænarörmum fyrir Guði að hann geymi okkur öll og gæti okkar allra. Já, Jesú bar ekki bara virðingu fyrir þeim sem nutu almennar virðingar, heldur bara líka óvænt virðingu fyrir þeim sem voru fyrirlitnir. Allir menn áttu möguleika í samskiptum við Jesú. Hann var meistari hinna óvæntu endaloka í sögum sínum og sneri jafnvel sögunum á hvolf og sögurnar hans fá okkur til að hugsa. Já, hann vildi að sögurnar yrðu mönnum til íhugunar, yrðu til að menn hugsuðu tilveru sinna að nýju, afstöðu sína, trú og siðfræði. Já, hinir fyrstu verða síðastir og síðastir fyrstir. Við skulum hugsa það. Dýrð sé Guði Föður, Syni og heilögum anda, svo sem var í upphafi, enn og verða mun aldir alda. Amen. Við skulum biðja saman. Já, ljósins Guð, vak yfir veröldinni. Við þörfnumst hjálpar og leiðsagnar nú sem áður. Við biðjum fyrir kirkju þinni, sameina hana og leið þau öll sem leggja henni krafta sína, biðja og blessa. Já, leiddu þau öll. Og leið okkur öll á vegi kærleika og jafnréttis, mannúðar og elsku, því að það vegurinn þinn og leiðin þín. Já, eilífi Guð, þú sem leggur okkur líf í hendur, umhverfi og sköpun, dvel með okkur og hvísla hvatningu í eyru okkar og vektu með okkur hugrekki til að breyta veröldinni og lífi okkar. Drottinn minn, styð þau sem eru veik og finna til vanmáttar og vak yfir starfsfólki sjúkrahúsa og heilbrigðisstofnana og þeim öllum sem sinna umönnun á erfiðum tímum. Drottinn, við biðjum fyrir börnum sem skortir umhyggju og skjól og líka þeim sem búa við öryggi og allsnægtir. Við biðjum fyrir þeim sem búa við heimilisofbeldi og skortir öryggi og skilning. Já, Drottinn, vernda þau. Við biðjum fyrir foreldrum og öllum þeim sem koma uppeldi og umönnun barna. Drottinn, blessa kennara og nemendur og starfsfólk skólana sem sýna ótrúlega þolinmæði og útsjónarsemi á erfiðum tímum. Styrk þau öll og forða þeim frá þreytu og örmögnun. Drottinn, við biðjum fyrir þeim sem hafa misst atvinnu sína eða óttast afkomu sína. Leið þau í kærleika þínum. Við biðjum fyrir þeim sem eru einmana og finna ekki tilgang með lífi sínu. Hjálpa þeim og hjálpa okkur sem samfélag að vinna á þeirri meinsemd sem hrjáir allt og marga. Já, eilífi Guð, við biðjum þig að leiða þau sem sinna ábyrgðarstörfum í samfélaginu okkar, vaki við sóttvarnayfirvöldum, öllum þeim sem þurfa að taka erfiðar ákvarðanir í annarra þágu. Lífsins Guð, þú sem skapar og endurnýjar, við þökkum þér leyndardóma sköpunar þinnar og gjafir þínar. Fyrirgef okkur sóun og eyðingu auðafa jarðarinnar, sem áminning ofríki og virðingarleysi. Gef að við sjáum af okkur og hugsum vel gjafir þínar og náunga okkar og viðkvæmt lífríkið. Þess biðjum við í nafni Jesú Krists. Amen. Allar aðrar bænir felum við í þeirri bæn sem Jesús hefur kennt okkur og biðjum öll saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen.
Já, kæru vinir, nú þessari guðþjónustu eða þessari helgistund senn lokið. Ég vil þakka kórnum mínum, organista og meðhjálpara fyrir þeirra aðstoð og ég þakka sérstaklega fermingabörnum vorsins fyrir að vera hér með okkur, svo hljóð og stillt og aðstoða við þessa guðþjónustu. Síðast en ekki síst þakka ég ykkur sem voru með okkur í hug og hjarta. Við skjáinn heima, þakka ykkur fyrir að hlusta og vera með okkur. En nú skuluð þið meðtaka drottinlega blessun. Drottin blessi þig og varðveiti þig. Drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í Jesú nafni. Amen. Guð gefi þér góðan dag og veri með þér.